Tvöföld hamingja. Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magna þetta tvennu tilboð. Dominos. Tvöföld hamingja. Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magna þetta tvennu tilboð. Dominos. Tvöföld hamingja. Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magna þetta tvennu tilboð. Dominos. Númer 9 Ívan Kristjánsson, númer 10 Bergþór Ingi Smárason, númer 13 Andri Fannar Freysson, númer 17 Tóni Tíkurits, númer 20 Harry Ostiano og númer 27 Pavel Kuczynski. Varamenn hjálpingur eru þeir Þorberg Arkarsson, Kristján Viktorovits, Ringvar Andri Maksén, Ari Már Andresson, Viktor Þorstán Kosta, Andri Gíslason og Gísli Martin Sigurðsson. Þjálfari Jarðmúður Markus Vilbergsson og Ráðskarðsson. Gunnlaugur Fannar Guðmundsson, númer 5 Sigurjón Már Markússon, númer 6 Þórður Jón Jóhannesson, númer 7 Róbertsson, númer 10
Fyrirliðinn Ásgeir Þór Ingólfsson, númer 14, Sean De Silva, númer 15, Birgir Magnús Birgisson, númer 17, Þorsteinn Örn Vernarsson, númer 18, Daniel Snorri Guðlaugsson, númer 22, Kristófer Dan Þórðarsson. Varmenn okkar verður Sindri Þór Sigfússon, Arnar Aðgeirsson, Gunnar Óli Friðleifsson, Ólafur Helgi Gíslason, Arnór Pálmi Kristjánsson, Guðmundur Már Jónasson, Kostnesson, og Sigmundur hingað á ásendi en dómurinn í dag Erlendur Eiríksson, aðstoðardómari Árni Gunnarsson og Eysteinn Hrafnsson. Eftirlitsmaður KSÍ Lars Viðar Gunnarsson. KSÍ minnir á að hefði framkoma utanvallar sem innanliða sem betri og skemmtilegri framkomu knattspyrnu berum virðingu fyrir öllum þátttakendum leiksins. Munið jafnframt að knattspyrnuhreyfingin stendur sameinuð í baráttunni gegn einelti. Koma svo, látum í okkur heyra í stúkunni og að sjálfsögðu áfram Haukar! Já, góðan daginn kæru áhorfendur og verið velkomin á Ásvelli þar sem að Haukar taka á móti Njarðvík. Við ætlum að byrja að fara yfir byrjunarliðið hjá Njarðvíkingum en Brynjar Atli Bragason í markinu, Atli Geir Gunnarsson nr. 2, Arnar Helgi Magnússon nr. 5, Stefán Birgir Jóhannesson nr. 7, Kenneth Hogg nr. 8, Ívan Briscalo nr. 9, Bergþór Ingi Smárason nr. 10, Andri Fannar Freysson nr. 13. Þið byttu nú við? Jájá. Tony Tiburic nr. 17, Aliu Djalo nr. 20 og Pavel Grudzinski nr. 27. Með mér hérna Jakob og hann ætlar að fara yfir Haukaliðið með ykkur. Já, komið sæl og blessi. Í markinu hann Óskar Sigþórsson, nr. 4 Gunnlaugur Fannar Gummiðsson, nr. 5 Sigurjón Már Markússon, 6 Þórður Jón Jóhannesson, 7 Aron Freyr Róbertsson og á fyrirliðinu okkar í dag nr. 10 Ásgeir Þór Ingólfsson, nr. 14 Sean De Silva, nr. 15 Birgir Magnús Birgisson og 17 Þorsteinn Örn Bernharðsson, 18 Daniel Snorri Guðlaugsson og 22 Kristófer Dan Þórðarsson. Á bekknum eru þeir Sindri Þór Sigþórsson, Arnar Aðgeirsson, Fannar Óli Friðleifsson, Ólafur Helgi Gíslason, Arnór Pálmi Kristjánsson, Guðmundur Már Jónasson og Hallur Húni Þorsteinsson. Frábærlega gert hjá þér. Takk. En Já, Haukar eru hérna að taka á móti Njarðvík eins og við sögðum á hann í virkilega mikilvægur leikur. Já, fyrir bæði lið. Þetta er sannkallaður 6 stiga leikur eins og þau segja. Svo sannarlega. Fattbaráttu slagur. Já, það gleður mig mjög mikið að sjá að Birgir Magnús er komin aftur í bakvörðinn þar sem hann á heima. Þó sem hann sé búinn að spila stöðuna hérna í Hafsend rosalega vel í allt sumar. Og sömuleiðis Ásgeir er komin aftur á miðjuna líka. Já, akkurat Geir er komin þar sem hann líður best. Og með bandið að sjálfsögðu. Já, sjálfsögðu. Það verður spennandi að sjá svona hvernig þessi leikur spilast, hvort að Haukar ætla að sækja á þá eða hvort þeir ætla að reyna að bíða. Gaman að sjá líka að Kristófer Dan er start upp á topp, ungur og efnilegur strákur. Já, Mikið vinsla í honum. en Njarðvíkingar eru hérna með boltaninn á miðjunni, reyna að sækja upp vinstri kantinn en það gengur ekki og Haukarnir, Njarðvíkumenn fá reyndar innkastið. Já, við vorum að fá það í fréttir að Ísak er meiddur, þannig að það er ástæðan fyrir að hann er ekki í leikmannahópi Hauka í dag. Hann var flottur í sumar. Já, virkilega flottur strákur, framtíðina fyrir sér. En Haukar vilast bara ætla að halda sig við svipa leikskipulag og vera undanfarið. Sitja djúpt og leyfa Njarðvíkumenn að koma á sig. Já, það er náttúrulega það sem að Lúka er væntanlega að reyna að innleiða, er þessi pressa þegar þeir eru að dútla með hann tilbaka. Gera það virkilega vel og sérstaklega þeir eru búin að drilla sig betur. Sjáum þú reyna það svolítið mikið á móti Njarðvík
Já, Nei, á móti Leikni fyrir ekki. Það gekk kannski ekki alveg upp alltaf en við getum séð það betra í dag. þeir eru vonandi búin að drilla þetta eitthvað síðan þá. Já, 100%. Urr! Það er stór Hann hlýtur að dæma núna, hann hann hlýtur. dæmir ekki neitt og Doddi Njarðvíkumenn koma liggur. upp á meðan Doddi liggur ennþá. Það er full harkaleg tækling en Já. En hann er kannski bara búinn að setja línu. já, kannski verður þetta bara svona, ég held kvöld. Og er Doddi middur. Það væri vont. Það lítur ekki vel út. Þorsteinn gerir vel hann að stöða þessa sókn. Og skal sparka bara langt. Sjón getur elt þetta, hann getur valdið usla þarna. En nei. Kom pressa samt hann hjá honum og Haukar vinna innkast og óla vellinum. Getum alveg séð það strax að það er mikið undir í þessum leik. Bæði lið svona vilja frekar sparka hún langt heldur en að taka ykkur að sénsa. Algjörlega. Munum við þetta eftir fyrir leiknum þar sem að Haukar mættu í Njarðvíkina og gjörsamlega Já, þeir voru á eldi þá sko. já, spiluðu á alls oddi. Alls ótti sko. Hvað er nefnda? 4-1 eða ekki? Eða 5? Já, það var eitthvað skrípamarkarn í lokin. Já, gátt það snæ. Gaman að því. Já. Gaman að sjá að Lúka mættur aftur á línuna. Já, það er æðislegt. Gott að heyra í röddinans. Það verður skemmtilegt fyrir okkur að fá að fylgjast með hann svona héðan. Virkilega líflegur á línu og duglegur að skipa mönnunum sínum. Hann stýrði þeim eins og PlayStation köllum. Þetta er skemmtilega gert að kenni og fiskar aukaspinnu hana fyrir utan. Sigurjón allt úr seinn. Já, það er spennandi að sjá hvernig Sigurjón stendur sér í þessum leik. Hann er svona búinn að fá nokkra sénsa og fekk náttúrulega leikinn á móti Þrótt þar sem að við vitum alveg hvernig það fór. Það gekk ekki alltaf vel en hann hefur verið ágættur stígandi í honum. Fínn í leiknum á móti Magna. Það er fullt af fólki mætt í stúkuna, gaman að því. Já, það má alltaf gera betur samt. Ég væri til að sjá fleiri. Það eru náttúrulega hamborgararnir hann bara í hálfleik og þeir eru hættulega spinnu. fáralega góðir en þetta var ekki góð hotspinna. Nei, aukaspinna. Já. Hann ætlar að sparka bara langt. Hvað er hann að sparka? Hann getur það sko. Já, hann fær að Mér finnst það líka sparka. svo gaman sko. Doddi náttúrulega vinnur svona bolta í loftinu eins og það gerir svo vel. Skemmtileg pæling hana. Ég hef líka virkilega gaman að því að sjá Dodda hann í hólunni. Hann er hérna, Já, við hefum óskað eftir þessu. Hann er Fáum aðeins nefnilega- framar. já. Það er svona erfitt að átta sig á því hvaða staða er hans besta staða en Lúka hefur oft viljað hafa hann frekar ofalega. Spila hann oft frammi í yngri flokkunum. En hann fór út í atriðum sem framherji, eða ekki? Jú, ég held það. Nei, hann var miðjumaður. Já, Já. Ef ég er ekki að fara með rátt mál. fara með rangt mál. Þetta er skemmtileg bolti, hann er svolítið erfiður og hann fer bara aftur fyrir. Já. Ég Því vil sjá miður. hann bara sitja inn á byrgi hana. Já. En er ekki minna alltaf að spila bara stutt úr markinu sínu. Sömuleiðis, væntanlega eins og Lúka hefur alltaf viljað þá reynir hann að setja hann til að byrja með að fyrir aftan á, íta þeim aðeins aftar á völlin. Þarna gerir Doddi vel virkilega góð pressa en Andri Freyr er klókur. Gífurlega klókur. Andri Fannar fyrir kiði. Freysson, það var næst í rétt. Þetta var næstu í rétt. Vond sending hjá Geira hana. Þetta er svolítið erfitt, þetta er
Ekki gera neinum greiða með þessu. Sigur, hann kemur samt með góðan bolta upp. Aron er eldfljótur. Næri sem bolta, vel gert. Það er kraftur í Arni, ég sé það. Já, kemur boltanum inn í boxið og þetta er bara mark. Kristoffer Já. Haukum yfir. Þetta var lælegt mark. Sending hjá Aroni og þvílíkur skalli. Þvílíkur skalli. Erum við að sjá nýja stórstjörnu hérna á Ásvöllum? Það skildi þó ekki vera. Það skildi þó ekki vera. Kristoffer Dan búinn að koma Haukum yfir. Vá. Þvílíkur skalli. Kristoffer Dan! Var Ásgeir kannski bara að plata okkur með þessari sendingu? Hann var að fá Njarðvíkumennina fram. Já, hann hérna Veist það líka hvað hann var að gera? nýtti króka múti bræði, Já. eins og við segjum og hann hérna, Hann var þeir bara að fá vissu að við ætlum að setja á aftur fyrir en hann Já. setti hann fram fyrir. Já. Skemmtilegt samt sem áður. Kristoffer Dan búinn að skora. Ég veit ekki betur en þessi fyrsti byrjunarleikur hans hérna á Ásvöllum. Kannski annar. Já, ég er nú ekki alveg viss. Hann er búinn að spila, hann er alltaf búinn að koma þó nokkur sinnum inn á. Já, það geti verið annar leikur, en allavega gífurlega vel klárið á hann. Skiptir ekki öllu, þeir eru í Og hvað er í gangi hérna, Aron? Það er kraftur í Aroni í Já. kvöld, ég sé það sko. Hann var svona líki fyrirleiknum. Hann er náttúrulega að Suðurnesunum. Já, hann er frá Keflavík. Ekki? Jú, ég er nokkuð viss um það og hérna það virðist kveiki í honum að spila við Suðurneselið. Já, algjörlega. Þetta fyrir helviti skemmtilega stað, sérstaklega fyrir okkur heimamenn. Ég hvet alla, það er að myndast brjálu stemming hérna. Ég hvet alla til að rúlla upp á Ásvelli og skoða stemminguna og horfa á skemmtilegan fótbolta og þið þurfum alltaf að styðja við strákana akkurat á þessum tímabúti. Algjörlega, mikilvægasti leikur Simonsins til þess. Já. Óskar með háan boltaðinu upp. Já. Haukar taka annan bolta bara niður og geta svona róa þetta aðeins. Gróttumennina ætla að pressa frekar hátt. Já. Það er bara lykilatriði fyrir Hauka Doddi gerir þetta frábærlega. að halda þessu vegna þess að þeir verða desperate, þeir verða að fá stig út úr þessum leik og helst 3, bæði lið. Já. Njarðvíkumenn ósvöldur hann stoppaði leikinn, þeir voru konur í ágætisók. En léleg spyrna hjá Njarðvíkumenn hérna og Haukar. Óskar aftur komið boltan. Búið að vera svolítið mikið rót á markvörðum í sumar en Lúka virðist ætla að treysta bara á Óskar. Sigurjón sparkar hann með innkast. Þeir reyna að tróða sér hérna upp vinstri kantinu en það gengur ekki. Gengur illa. Daniel setur hann langt en það er beint á Njarðvíkumenn. Það er komið aftur en þetta er náttúrulega erfitt hjá Njarðvíkumenn, þeir eru að tróða sér bara hérna upp. Sigurjón kemur sér byrtu ut, Doddi var aðrið hann að. Já, það þurfti að tala við hann hana. En boltinn besti baka á Brynjar Atla. Spyrnur hann langt fram. Þetta á Birgir, við veitum þetta. Frábærlega. Leikurinn er eiginlega bara fram hann að vinstra megin. Já. Ef þeir ætla sér að reyna að keyra bara á Birgi Magnús þá eru þeir að gera stór mistök. Þeim hefði gerað það í allan dag. Já. Þeir lesa bara því. Já. Lesa það verðt. Gerða þetta reyndir að vel hérna. En Birgir er bara mættur aftur. Herri, ég mætti hérna í hádaginn í dag. Ásvelli. Já. Gettu hvernig ég sá inn í boltageisli. Nei, það var Sjón. Já, var bara Sjón á pumpa. pumpa í boltana sjálfur. Já, ég veit það. Hann er ótrúlegur. Hann vill vita nákvæmlega hvernig þyngdin er í boltanum. Já. Hann nefnilega, það er okkur átt málið. Þegar hann veit viktina þá er hann deadly sko. Algjörlega. Hann er ekki með.
Boltan fyrir en Óskar með þetta. Safe hands. Og hann var komin fljótt í leik. Hanna. Þetta hefur svolítið verið ábótavant hjá okkur. Öfugt. En þetta var Óskar allan, hann byrjar að koma hann fljótt í leik. Búið að vera vant að hjá hann í sumar. Já, ég meina þegar Lúka fer að segja eitthvað svona við þig, þá bara gerur það sko. Já. Njarðvíkurmenn hérna eru að bera hann upp. Haukarnir þurfa bara að vera þéttir og halda þessu aðeins. Þeir verða desperate og þeir munu opna sig ef að Haukarnir haldi þetta aðeins út. Dotti er hérna. Mér sýnst hann bara eiga elta andra Já. á miðinni sko. Þeir vilja bara láta hann vera sem minnst með boltan sko. Herðu, þarna En kemur virkilega góð hættuleg sending og þetta er hættulegt. Njarðvíkurmenn, gott hjá Óskari. Grípur hann bara. En þetta var samt full einfalt. Já, við erum að halda fókus. Herðu, Haukamenn koma hérna upp hægra megin. Birgir Magnús, sjáum við. Nú fer hann á stað. Það var voðum vís fyrir Njarðvíkurmenn. Þannig að hann vill fá víti, hann fær það nú ekki. Ágætlega leist hjá Njarðvíkurmennum og þau koma hérna upp vinstri kantinn. Og nú er Birgir náttúrulega úr stöðu. Þeir hættuleg tækling hann að áskilji en Njarðvíkurmenn er ennþá með boltan. Þannig brýtur hérna á leikmannin Njarðvíkur. Já, þetta var bara vel dæmt. Já. Þeir áskilja að fara í svörtu bókina. Nei, ég trúi því ekki. Hann talar sig út af þessu. Nei, hann talar sem greitt út úr þessu. Hann er fasteignarsali sko. Erlendur setur hann í svörtu bókinni sína. Hann er samt bara íslenskur. Já. Já, þú vilt satt ekkert vera komin í svörtu bókinni á honum snemma sko. Það er Nei, alls ekki. en En Geiri, ef það er einhver sem ég treysti, þá er það Ásgeir. Já. Já, Njarðvíkurmenn aukaspyrna á hættulegum stað. Kom Lilju bolti fyrir áðan. Erum að passa vel upp á Kenny Hawk, hann er góður í fyrstu leikadrifum. Kemur boltinn inn í. Kenny Hawk skallar hann en Óskar ver. Og fljótt í leik, en beint á Aron, Þetta var vel frábærlega gert. Og hann setur hann Aron upp á með Daniel. skemmtilega sendingu, en aðeins svo föst. Þetta var svolítið erfitt, en þetta er svona stór hættulegt. Þeir eru Já. fljótur að koma leik. Og eru við með ösku fljóta með hann frammi. Þetta leit allan vel út. Já, ef það er eitthvað sem við vitum líka í þessu lífi, þá er það að Daniel Snorri klárar hlaupi sín sko. Já, náttúrulega sko. Njarðvíkurmenn eiga hérna aukaspyrnu sýndist mér. Haukar pressa vel en þetta reddast hjá Njarðvíkurmennum en já, Njarðvíkurmenn koma hérna upp hægra megin. Herri, hvað með góðu bolti en það sleppur svona fyrir hot. Birgir Magnús með skrítna sendingu fram sem fyrir beint á Njarðvík. Koma hérna vinstra megin með fyrirgjöfuna og boltinn út í tegin en þar er bara rauðatreyjur. Sean pikkar þetta upp. Sean kemur hérna með bolta á Kristoffer. Gerir vel. Sett hann yfir. Hanna, þetta er... þetta var kannski ekki alveg nógu góð sending. Sett hann alla leið yfir hana. En þetta var... að þarf að bæta þetta. Fyrir maður nýtist að skinni svo nýr. Já, sérstaklega ef þeir eru að fara væntanlega að pressa svolítið á okkur núna þeir eru lentir undir. En þetta lítur á rangstæða. Mikið rétt séu Björn.
Þetta er svo skemmtilegt að hlusta á. Það er svo gaman að hlusta á hann sko. Luka Kostic er hérna bara eins og maður með stýripinna á strákunum. Dotti, hann tekur hennar bolta. Nei. En Daniel vinnur hann að lokum og Þorsteinn er með hérna vinstra megin. Bara með hann fyrir. Góður Setur hann í bolti. bóksið. Úff. Daniel, vá. Gert þetta. Fylgur stökk. Vá. Sean vinnur boltan hérna út í vinstra megin. Hann er meðlega fýtt bolti Setur hann inn fyrir. á bóksið. Njarðvík komið sér Þetta burtu er í svo bili. vel gert hjá en Daniel. Aron enda með boltan hérna í góður stöðu 1-1. Býðir til hlaupinu. Ætlaði hann að spila sig þetta í gegn. Og Njarðvíkumenn reyna hérna að spila sig upp og það gengur fínt hjá þeim. En Já, þeir eru svolítið þá er Áski bara mættur. fastir hérna öðru megin. En Haukar ná ekki að vinna mikið úr þessu en þeir vinna hann Vel hérna gert hjá aftur. Gunnlaugi, hann er Frábærlega gert hjá Gulla. Þeir eru í smá brasi að spila sig upp. Haukar eru að pressa á virkilega vel hérna ofan á vellinum. Já, mjög góð pressa sko. En það þarf að verast allstaðar á vellinum, ekki bara uppi. En þetta gera Haukarnir ágætlega. Kristoffer Dan er að taka ha, Það fær hann í sig Já. að skella þetta Dotti fyrir Dotta hana. hann er að taka hlaupin vel Kristoffer Dan og taka seinniboltan og þetta kemur Dotti og Kristoffer Dan sem já hann er ekki rángstæður, hann bara skora. Léleg sending tilbaka og Dotti er vakandi og nær honum og hann var óeigingjarn hann og rúlar hann bara á félagsvinn Kristoffer Dan sem vil skora annað markið sitt í kvöld. Wow. Þetta kom upp úr nánast engu. Kristoffer Dan Þórðarson. Þvílík byrjun á leiknum hérna. Þetta er akkurat það sem Luka vill sjá. Hann vill sjá okkur vinna boltan ofal á vellinum. Ég veit ekki, ég var smeykur að þetta væri rángstæð hana. Já, ég held að hann væri rángstæður. Frábærlega gert hjá Þórðið hana. 0-0 segir Luka, hann vill fá okkur að það halda áfram. Já, hann reynir að blekkja strákana. Já. Reynir að segja með sér 0-0 en raunin er að það er 2-0 en kannski sko, strákarnir hafa svo óbillandi trú á Luka, þeir trú honum örglega bara að sé 0-0. En gífurlega skemmtilegt að sjá að Kristoffer Dan er komin inn á blaða og ekki bara 1 heldur 2. En þá kom hann Njarðvíkumenn, þetta er hættulegt. Birgir hreinsar þetta. Nú munir Njarðvíkumenn örugglega liggja svolítið á okkur. Engin hætta þarna á ferð. Óskar er bara sultu slagur. Herri, ég verði eiginlega að fá að segja eitt. Daði Snær Ingason var að senda mér skilaboð. Já. Spurði mig, akkur skallaði hann ekki boltan inn? Já, það hefði nú verið eitthvað. Það hefði verið eitthvað sko. Ef hann hefði gert þetta aftur. En Þá hefði nú verið fjandinn laus. já, Ég held líka að Luka hefði ekki haft gaman að nei, það hefði kannski verið annað með Luka. Já, ég skilði undir stjórn búa en það er jú. En Geiri, hann er með hann. hann er með hann. Heldur hann skjóti bara? Þú veist, nei, hann þorði kannski ekki alveg en hérna, Biggi tekur þetta hlaup. er skringilega gert. Ekki brjóta hana. Það var ólíkt honum Geira. Hverju komið ekki bara með það fyrir? Já, þetta er bara Já. En Njarðvíkumenn losa ágætlega úr þessari pressu. Já, eða hvað? Jú, þeir redda þessu. Bolti gefur hérna upp á hægri kantinn. Köttur hann af völlin. Dotti rétt missir á hann hana. Þetta er ágætt fæslega Njarðvík. Já. Og Aron gerir þetta Þeir skemmtilega. með að reyna að fara upp innan vinstri kant þarna. Alveg bara. Aron og Birgir Magnús eru virkilega upplifir þar.
Nú er Ingast mjög neðarlega vellinum. Já, en Gaman að Birgir, sjá hvernig leysa þetta. hann getur kastað langt. Hvort þið séu með ykkur að fæslur? Nei, hann kastar bara langt. Það var við beint á Njarðvíkumenn, þetta var ekki alveg nógu gott, en Geiri bara lætur finna fyrir sér hann. Kemur hann langan. Sean er komin á ferðina. Já. Þeir eru smeykir hann í öftustu Þetta er bras á Njarðvíkumönnum og... Æja. Hann geta Njarðvíkumenn sótt. Sjáu þetta, hann kemur á flegi fyrir hana. Bolti berst til vinstri. Bolti kemur inn á tegin. En hann fyrir aftur fyrir. Þetta er allt í lagi. Þá fær Óskar að sparka honum langt. Er Friðleifur að pissa hérna niður eða? Held að það sé að okkar maður Arnaldur hérna. Ah, Og skilja hann eftir að hann að pissa. já. Þetta er árið. Er það kemur spinnan. Þetta er vel gert. Gulli bara, nei, já, hann setur hann bara langt upp. Kristoffer eldir. Sjónum með hann hérna vinstra megin. Svo gerir þetta skemmtilega. Kemur með fína bolta fyrir. Og þrennan. Nei. Geiri, hann á bara að láta vaða, já. Þetta er allt í lagi og Aron fær hann hérna. Skemmtilegu bolti fyrir en enginn var því miður með á tánum hana. Og Rángstad dæmir aðstofadómarinn. Já. En skemmtileg sól, einhver síður. Byrjunar reitt. Og hann ætla bara að senda það upp. Já, Þeir eru farin í smá panikina, Njarðvíkumenn. þeir eru búin að átta sig á því að þeir geta ekkert spilað sig gegnum þetta. Geiri gerir vel. Vel. Dotti óþarf að fara að brjóta. Porti kemur til hægri. Aftur inn á miðuna. Og hann er Danni mættur og boltinn fer bara beint á Aron. Góð pressa hérna, Dottir aðlit hérna fjær. Æja, Kom aðeins og seint nær sjónunum. Já. Og Haukar fá innkast. Vissirðu að tyggjó virkar eins og strókleður? Nei, ég vissi það reyndar ekki, sko. Er það rétt? Já, þrýstur það. Skemmtilegt. En Haukar hérna innkast hátt upp á vellinu vinstra megin. Þeir ætla ekki að taka þetta langt eins og það er svo oft gert. Þeir taka fæsluna sína og Sjón gerir þetta virkilega vel. Kemur honum á markið en ágætist tilraun en hún var svolítið laus. Komar hérna vinstra megin, Njarðvíkumenn. Hann verður að vera nær og Þetta er fínt. Birgir gerir þetta vel. Þá Og koma þér upp hérna hægra megin. Og þeir missa bara boltan. Það eru engin svæði laus fyrir þá. Æja. Óskar sparkar þessu bara í innkast, það var nú kannski óþarfið en þetta er allt gott að blessa. Já. Sé nú ekki alveg hvað er að eiga sér stað núna. Þeir eru engast inn á völlin og Gulli virðist hafa Já. brotið á sér en Erlendur dæmir ekki neitt áfram með leikinn. Nú geta Haukar sótt. Vá, sjáu þið hraðan hann að færa í vengum. Hvað gerir Aron? Það er hann að finna Dotta hann á fjær en gekk ekki upp í miður. En Þorsteinn, hann er með hann hérna, hægra megin, vinstra megin. Kemur hann á Sjón. Hvað ætlar Sjón að gera? Setur hann á Daniel. Það er bara statreikur. Já, hann fer á stað, setur hann í boxið og Aron. Það hefði þurft svo lítið til að fipa markmanninn. Það er engin afsláttur.
Lúka er hérna heldur bara áfram. Stýri sínum mönnum. Já, vakkilega. Ásgeir vinnur hennar bolta, skaldar hann í bakið. Skemmtilega gert hana í andra. Sjáu þið Daniel, því líka vinsla sem maðurinn býður yfir. Það er kannski svona maður sem við þurfum að stoppa í uppspilin Njarðvíkumanna, Andri Fannar. Svo við sjáum hana, fín sending. Kannski skemmtilegt að Freyr reyndar ekki í þjálfarateiminu í dag en hann var í þjálfarateiminu í síðasta leik og er mjög mikið í kringum þetta lið og hann náttúrulega sonur hans er að spila fyrirliði Njarðvíkur. Já, hann hefur kannski ekki séð sér fært að vera á bekknum í dag á móti stráknum sínum. Nei, kannski ekki. En skemmtileg sending hann það. Vel gert, Doddi. Erfið sending. Fljótur á sig hana. Það koma Njarðvíkumenn. Mikill tími hana sem hann hefur á boltan. Skemmtilega að spila hérna að Njarðvíkumönnum. En Haukar redda þessu. Þetta Já, langt skot. Gífurlega langt skot hjá Djaló. Hann má gera þetta í allan dag. Já. Þá fær Óskar að sparka honum aftur, langt. Hann á ennþá eftir að ná að sparkunum inn í tegi andstæðingsins. Já, hann sagðist geta það. Já. Vel gert hjá Geira þarna, fleytir hann lengra. Og Daniel. Skemmtilegu boltinn, svolítið erfiður. Njarðvíkumenn á að redda þessu. Steini gerir frábærlega hann, kemst inn í sendinguna. Vel gert. Hann hefur mikið pláss hana. Kemur með... Minna mjói svo sem. Já, það ekki. Já. Ég vil nú bara biðja fyrir því hér og nú að Steini fá ekki höfuðhögg í þessum leik. Já, því líkt þess að mann er búinn að vera óopnið það í sumar. En alltaf stígur hann upp og hérna spila vel. Já, hann er búinn að lenda allt og oft í því í sumar. Fá höfuðhögg. En nú lítur Ásgeir að setja hann inn í. Já. Sigurjón býr náttúrulega við mikilvæg hæð svona sem hann hefur, eitt af kosti sem hann hefur. Já, en annars er svo sem ekki mikil hæð í Nei. okkar liði. Stærsti leikmaðurinn okkar er að taka þessar spinnur líka. Já. Hann setur þetta langt, já, þetta er sniðulega gert. Þá kemur honum fyrir. Penni gerir vel í markinu hana. Öruggur í markinu hana. Verðum að stoppa þetta strax. Já, nú þarf bara að koma sér tilbaka fyrst og fremst. Mikið pláss hérna hæra megin en Sjón gerir virkilega vel. Frábærlega gert. Þetta er nefnilega málið með Sjón. Hann er svo miklu meir en bara þessi tekníski leikmaður. Algjörlega. Hann er að vinna fyrir liðið allan tíman. Vel gert hjá Steini hana að vinna boltan. Kristofur Dan. Ágætlega gert svo sem hjá Atla Geir. Njarðvíkumenn koma hérna aftur. Sjáu í vinsluna Daniel. Glimtu þessu Hann vinnur. vinnur bara yngasti. Þetta er það sem ég er að tala um. Þegar Daniel setur hausinn upp í loft þá hleypur hann bara eins og Usain Bolt sko. Já, og hann stoppar ekkert. Nei. Kemur langt yngast. Kristó gerir vel í að vinna hann að bolta. En hann fer svo einhvern veginn bara í gegn og beint á Njarðvíkumenn. Og aftur faraði vinstra megin. Það þarf ykkur að segja þeim að Nei, það er enginn að segja það. Þeir gera hendi allan dag. besti bakvörður deildarinnar er þarna í hægri bakvörðinum sko. Við vonumst bara eftir að þeir sæki hann í allan dag. Já, þeir með að gera það mínu vegna. Nei, heyrðu. Ásgeir, nei, Aron reynir hann einhverja nýja útfæslu. Hann reyndi að taka hann á, þú veist, Nakkan. á nakkan. Alltaf var ekki eitthvað tricks. Já, hann ætlaði að gera tricks. Þetta er einfalt og bolti kemur út til hægri. Kemur fýtt bolti Þetta er fyrir. allt og góð bolti. Vel gert. Óskar gerir frábælega hana. Þarna var hann hugrakur og lét sér vaði í þetta.
Hann kemur langur bolti og Kristoffer eldir hann. Það er spurning hvort að Kristoffer getur hlaupið svona í 90 mínútur. Hann er búinn að vera á milljón hérna. Það var skemmtilega gert hjá Brynjar alltaf. Ég var að gefa honum það. Það voru Njarðvíkumenn bara hérna að reyna að spila sig hægt upp völlinn. Það hefur verið fínt fyrir haukamenn þegar þeir hafa verið að reyna það. Ná, að díla ágætlega við það. Já, Eða bara frekar vel. Þeir eru mikið að reyna að leita af andra hann á miðinni. kemur léleg fyrirgjöf beint í lappirnar á Sigurjóni. Þetta er bara brot. Já, Þeir eru að ráða illa við Kristoffer hann það. já, hann er bara virkilega duglur og lætur sig vaða í allt. Virkilega dulur. Fengum við miður ekki að sjá Kristján Huldar hlaupa hann inn á. Nei, það hefur verið skemmtilegt en það er líka málið með hann veit alveg nákvæmlega hvenær hann á að fara inn og hvenær ekki, sko. Já, hann er eitt sá besti í sínu fæi. Ég er bara ekki sá besti. Já, þeir standa þónum ekki snúning flestir. Já, vel gert í Gulla. Njarðvíkumenn uppskera innkast hérna hægra megin á vellinum. Það er þetta jaðra við að vera Vitlaust. vitlaust, ég veit það ekki. Mér finnst einhvern veginn oftast vera vitlaust innkast hérna. Já, Kannski er það bara ég. kannski kunnum við bara ekki taka innkast. Það getur verið. Bolti kemur hérna upp. Þetta er ágætlega gert hjá strákunum og þeir Njarðvíkumenn fá hotspinnu. Nú fer að mynda svona skemmtileg stemming, það er aðeins farið að rökkva á ásvöllum og flóðlýsing komin í gang og Vá. fólki er orðið svona aðeins kalt og þá er hægt að fá sér bara heitt kaffi eða jafnvel kakó og heitan burger í hálfleik. Mikið rétt, mikið rétt. Guðskonar Gerir vel. skrítið útfærsla á hotspinnu hana á Njarðvíkumönnum. Gengur ekki upp. Þeir halda boltanum hérna í ágæti stöðu, geta koma honum í boxið en Doddi hamrar þetta með haustum á sig frá. Njarðvíkumenn eru ennþá með hann og koma með hann aftur inn á boxið. Óskar var tilbúin hann það. Sigurjón mistaði boltanum. Já, sem betur fer kannski. Steini setur hann hérna upp. Kristoffer, ég held að hann sé bara nú þegar hann er þreyttur, hann er búinn að hlaupa eins og brjálaðingur, sko. Kannski var það bara gameplanið. Við eigum náttúrulega Arnar Agils á bekknum. Já, náttúrulega, Við vitum ekki alveg stöðuna á honum. nei. En ef hann getur gefið okkur hérna, Hálftíma korter. já, það væri bara frábært. Ég bara efast að einhver leikmaður í heiminu getur hlaupið svona eins og Kristoffer Dani 90 mínútur. Já, það er góða punktur. En þá koma Njarðvíkumenn inn upp eins og megin. Og Birgir er bara klár. Já, Við ég- áttum þetta engast nú. En Já, Njarðvík færi það. já. Ég held að þetta sé rétt. Eða? Það skiptir svo mikið öllu máli hvað ég held. Nei. Nei. Kastar hann langt, veistu það, Sigurbjörn? Já, hann kastar langt. En þetta, okkur líður ágætlega með þetta svo sem. En við þurfum aðeins að fara að fá smá boltan á jörðina haukamenn og reyna að halda honum. Þeir eru, Njarðvíkumenn eru eiginlega bara búin að vera með hann síðust 10 mínútur ef þú pælir í. Já, það er svo erfitt þegar maður sýndir svona mjög neðalega. Fleitt boltanum með tegin. Þetta er, En hann skal búin að vera Laust skot. örugur í markinni, hingað til allana. já. Gríðarlega gott kast. Kast hann á. Það er svo kúluvarpari. Fínt, núna viljum við bara fá smá ró. Sjá núna að Njarðvíkumenn koma virkilega hátt upp en við erum alltaf bráðir Þá- á
að fara neglunum upp. Eins og Kristófer Duglegur þá hann kannski ekki svo sterkasti virðist vera í loftinu. En þetta gera haukamenn virkilega vel og Sjón komin í gegn. Sjón búinn að skora! Wow! Það ekki meira frábær sending á Kristófer hanna og Þetta svo fljótt að gerast og Geiri kemur og faðmar strákana. fljótt að gera. Geiri kemur og sjáðu. Hei, Þetta var frábært mark. Þetta það sem við erum búin að vera að tala sko. Við þurfum að nýta okkur þessar skyndisóknir. Leikmaður nummer 14, Sjón de Silva. Sjón byrjar á að vinna skallamótanana á Kristó sem tekur vel að mótunum og kemur með frábæra sendingu í gegn. Og engin annar en Sjón klárar þetta stórkostlega. 3 frábæra mörk. Kristófer Dan búinn að vera hluti af þeim öllum. Hann að byrja frábærlega hérna. Vá. Og Sjón heldur bara áfram. Ég draf prósaflugu. Vel gert hjá Kristófer. Hvað var ég að segja? Hann var ekki sterkur í loftinu. Þetta bara brot. Nei, engast segir hann. Engast. Nú kemur fát á njárvíkumenn. Já. Þetta verður Hauka bara að nýta sér og aðeins að reyna róa þetta niður. Og nú kemur pressan hana. Dotti gerir þetta vel, hann vinnur boltan. Kemur honum inn í tegin. Þetta var erfið bolti þarna á Kristó. Hann bara eiginlega bara var eins og var nelt í vegg. Vel gert hann það. Já, Haukum. Stoppa þetta í fæðingu. Já. Nú þurfa Haukar að halda þessu nulli fram að hálfleik. Það er mjög mikilvægt. Reyna að missa þetta ekki í ykkur læti. Viðtalið Tóta verður tekið í hálfleik. Bara svo þið slökkuð ekki þegar hálfleikurinn skellir á, þá verður hérna skemmtiefni í hálfleik fyrir alla. Startmálarplani, Arnaldur mun vera með mikrofón hérna út af velli að spyrja spurninga. Þetta verður skemmtilega að þið gætu bara mætt og séð þetta live, en það er nú bara svo það er. Svona bara svo það er. Gulli þrykkir þessum upp. Og Kristó gerir Herðu, hann vinnur bara alla boltaðan í loftinu og Arni komin í dauðafæri. Dauðafæri, frábær tækling að varða með Njarðvík hana. Kristó gerir þetta vel og Aron kemur honum fyrir. Herðu, lendir hún á slánni. Ég mista því. Hann lendi á slánni. Aha, Já. Það er skemmtilegt. skemmtilegt. Já. Herðu, ég hef aldrei heilt Lúka tala ensku. Ekki, Hann sagði down. þann dán. Herðu, en ég verð að éta hérna sokk. Ég sagði Já. að Kristófer var ekki nú sterkur í loftinu og hann hefur ekki hætt að vinna skallaði við síðan. En hann kom að Njarðvík með henni upp, vinstra megin, en nú aftur. Eppo var að ganga illa hjá þeim og það heldur bara áfram að Þetta er ganga virkilega vel illa. gert. Þá geta Haukar sótt Sjón með hann hérna vinstra megin. góður stöðu, 1-1. Hann er góður í þeirri stöðu. Nægan tíma. Hreinlega ekki hvað er að gerast. Þegar gefum boltinn út á Gulla. Gulli setur hann á. Með flotta sendingu af Þorstein sem kemur honum fyrir. Æja. Njárvíkum er bara að negla honum upp og það er bara Haukamenn. Sigurjón kemur með langa sendingu hérna yfir. Njárvíkumenn eru bara hérna að reyna að bera hann upp en Haukar eru virkilega þéttir. Kemur langa bolti yfir til hægri. Og leikmaður Njarðvíkur missir hann bara út af og Haukar uppskýra innkast. Það er svolítið mikið fát á Njárvíkumenn núna. Þetta er bara lítið virkilega vel út.
fyrir haukamenn. Kemur langa bolti. Kristófer. Njarðvíkurmenn vinna hann en Geiri jafnharðan. Kemur bolti, reynir að setja hann yfir en ekki nógu hnit með það en Daniel kemur á harðaspretti. Harðaspretti og hann með boltan. Var þetta bara á hann, drengur? Nei. Setur hann út á Birgi. Birgir er með hann hérna hægra megin, setur hann í boxið og já, þetta er erfitt. Þetta er virkilega vel gert. Haukar eru nú bara hérna með hann og Danni gerir vel. Setur hann á Birgi. Birgi getur komið hann í boxið. Það er ekki alveg nógu góð að fyrirgefa hjá hann. Nei. Hann á nú. Já. Danni bara þannig mættir aftur. Þá kemur Birgir aftur og setur hann í boxið. Þessi er fín en við erum fáliðar í boxinu núna. Þá koma hérna vinstra megin. Sigurjón gerir bara vel. Gerir þetta frábælega. Þeir eru ekki ná að breyka hratt. Haukar eru að ná að koma vel í veg fyrir þessar skyndsóknir. Já, nú er þetta bara gjörsamlega í okkar eigu þessi leikur. Við erum að slegja svolítið út á læginu með þessu þriðamarki. Sigurjón með hann hérna. Setur hann upp. Já, hann var ekki alveg tilbúin hann að. Ekki brjóta, haldi bara. Þetta er fínt. En þeir leysa ágætlega úr þessu. En vond sending eftir og Sigurjón er klár. Það lítið að frétta hjá Njarðvíkurmönnum í sóknarleiknum. Nei. Hann heldur bara áfram. Heyrðu, hann ætlar ekkert að stoppa. Hvað er að gera? Hvað gerist? Skemmtileg sending. Hann fer skot að beinta á Njarðvíkur. Þetta var skemmtileg tilhögun og þá koma Njarðvíkurmenn hérna upp, geta sótt hratt. Erðu, að legglífa hann boltan? Hann legglífa hann og þetta er skemmtilega gert. Herðu, þetta er hættulegt en Gulli gerir virkilega vel. Frábælega. Skemmtileg tilhögun hann einhver síður. Erðu, og spretturinn hjá Sigurjón? Já, þú mistir líka að því að hann enkulbreikaði eitthvað hann á miðinni. Aha. Já. Ég bara sá þetta ekki. Hann bara enda að ferla hann. Það hefur verið svo hratt að ég hef ekki séð þetta. Og það er komin hálfleikur. Flautar til hálfleiks. Allir orðin tensaðir. 3-0. 3-0 á Ásvöllum. Ekki slökkva, við erum að fara í stjórnun. Ég er ekki grínast. Nei, hann er með númerið mitt. Átta, 2, 2, 5, 6, 4, 1. Þetta fór í beinni. Það voru 3-0 í hálfleik, staðan. Hvernig líst þér á hana leik svo far? Þetta er bara búið að vera nokkuð þétt hjá okkur. Við hefum samt mikið inni í pressunni sérstaklega, sko. Við erum búin að vera dálítið slitnir. En þessi pressa hefur verið að virka og við erum 3-0 yfir og við erum bara frekar sáttir, sko. Það er gott að heyra, gott að heyra. Kristóf Dahl með 2 mörk og Sjóndi Silva með 1 mark og nálægt því að leggja hérna annað markið. Er eitthvað sem þið viljið breyta sérstaklega í seinni hálfleik eða ætlið þið bara að halda sama skipulagi? Já, við munum halda sama skipulagi. Við munum aðeins þurfa að þétta okkur aðeins á miðjunni. Við erum, eins og ég segi, við erum dálítið slitnir þar og erum ekki alveg að fara rétt í pressuna. Þurfum að laga það, en annars erum við bara búin að vera mjög flottir og getum hæglega að vera fleiri mörkum yfir. Sammála því. Herru, þakka þér kærlega fyrir viðtalið og gangi ykkur vel. Já, flott. Tvöföld hamingja! Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magnað þetta tvennu tilboð. Dominos.
Það segir mér þetta ekki nást á vídeo, eða? Já, jú, og hlauptu. Hoppið inn á stunguna, eða? Já, og hoppaði. Já. Og tættu viðtal við, vinstra megin við. Já, stelpur þarna, það stelpur sem þarna vinstra megin. Já. Hvernig er halda leikurinn farið? Hvernig er halda leikurinn farið? Stelpur. Góðan daginn, við erum hérna með Haukar TV. Mætti ég fá að spyrja ykkur nokkra spurninga? Já. Þið eruð í beinni hérna. Allir að veifa. Herðu, hvernig haldið þessi leikur farið? 6-0 fyrir Haugum, já. 6-0 fyrir Haugum. Hver skorar? Þorsteinn. Þorsteinn. Ert þú kærastinn hans Þorsteins? Nei. Ertu skotin í honum? Nei. Þetta var ekki alveg voðalega sannfærandi, nei, en... Jæja. Fyrir ég er alveg búinn að missa andan, sko. Hvað segirðu, Sigurbjörn? Já, heyrðu, bara takk fyrir stelpur. Það var frábært. Hvað segirðu? Já, ég sé það. Ég er Liverpool í ekkunum. Hvað djöðlun á ég að segja hann? Hvernig gengur í vinnunni? Já, ok. Bara eins og sér félagi. Hvað, hann er bara atvinnulaus á þetta. Það er bara... Jæja. Góðan daginn. Þetta er bara spaðan á því. Væri samátt ég taki hérna smá viðtal við þig? Nei. Hvað heitir þú, vinnur? Siggi Mey. Siggi? Og segð mér hans frá þess Siggi, hver ert þú? Ég er Haukamaður núna, en var káringur. Varst káringur? Já. Og hvað fékk til að breyta þér í Haukana? Þegar maður flytur besta bæinn, þá heldur maður með Haukunum. Það er laugrétt. Hvernig líst þér á leikinn hérna hingað til? Bara mjög vel, sérstaklega að Liverpool-maður er að þjálfa Haukana, þá sýnum við hvað við getum og hvað við kunnum. Já, það er rétt. Þú ert augljóslega Liverpool-maður hérna með húin og jakkanum. Það er bara frábært að heyra. Takk hann bara fyrir. Já, takk hann fyrir og rökkum Bara- í sjoppuna síðan. Það er bara þakka þér kærlega fyrir viðtalið. Þetta verður ekki lengur en þetta. Og áfram Hauka bara. Það held ég, mikill toppmaður. Rölt í sjoppuna og dettu niður á leiðinu. Hvað segirðu? Dettu niður í stigann. Ertu eitthvað bilaður? Bara svona í neðstu tröppunni. Bara neðst. Raulaði frá mér. Rölt í sjoppuna. Nei, bara í sjoppuna. Snúðu við og segðu það er allt í lagi, ekki á áhyggjur. Já, segðu það. Bara við ekki neitt. Ha? Segðu það er allt í lagi, ekki áhyggjur af mér. Það er allt í góðu hér. Guð minn almáttur. Við lappaði í sjoppuna, farið í sjoppuna. Það er farið í sjoppuna næst, eða? Hlaustu hratt. Eins og hvað? Hlaustu asnalega. Já, akkurat svona. Það löp ekkert smá það, sko. Þetta er viðtal við þessi strákið þarna. Hægra með þig. Það má ekki vera að svara. Sæl, drengir. Það er ykkur talað. Er ekki opnið fyrir því, eða? Hvað finnst ykkur leikinn? Spennandi. Það er bara svoleiðis. Hvernig spáið þið seinni hálfleik? Ég held að endi 5-1. Addi, 8-0. Addi, segðu takk á kontinu á völlina, heyrst ekki í þér. Já, Vá. Reyndu ná. Reyndu að ná í Oliver, ok. Já. Heyrist ekki neitt í okkur? Nei. Komdu bara. Það fyrir ekki lengra. Kottu inn á Takk, strákar. og talaðu við Oliver. Hlaustu til Oliver. Ég er að nálgast hérna inn einu og sanna Oliver. Þessi maður ætlar að vera bestur í heimi. Hvað segirðu, Kútur? Ertu góður það? Já, bara flottur sko. Flottur, segir hann. Pirraður að vera ekki ná. Pirraður að vera ekki inn á? Nei. Nei. Við erum að vinna, segir hann. Það er alveg eina sem skiptir máli. Ætlar ennþá að vera bestur í heimi. Það er ennþá að vera bestur í heimi, eða er það alveg búið?
Það er ennþá í gangi, sko. Það er það í gangi, segir hann. Það er það í gangi, sagði það. Já. Gott að heyra. Hvað segir þið? Talaði Fannar. Já, takk fyrir viðtalið, Ólíver. Talaði Fannar. Ammælisbarn gærdagsins hérna. Hvað segir þið, Fannar? Þetta er live, eða? Þetta er live hérna. Þetta er frilli? Þetta er litli bróðinn. En einhvern fötum sem hann á, eða? Nei. Hérna. Hvernig líst þér á hann að leik? Bara geggja. Geggjar. Inn á. Nei. Hauka lið. Við erum allt í miklu eitt. Vá. Það er fárlega fallegt. Ok, segðu bara takk fyrir og kottu aftur. Nice. Kottu aftur. Ég er að fá fréttir hérna. Kottu heim. Ég er að fara heim. Já. Takk fyrir viðtalið. Knúsa hann. Sjá, til hamingju með daginn í gær. Það er bara svoleiðis til maður herrar. Heyrðu, hann er að halda lofti. Wow. Ok. Segjum þetta gott í þannig hálfleik. Ég heiti Aldi Karl Einarsson og takk fyrir mig. Tvöföld hamingja. Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magnað þetta tvennu tilboð. Dominos. Tvöföld hamingja. Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magnað þetta tvennu tilboð. Dominos.
Tvöföld hamingja. Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magnað þetta tvennu tilboð. Dominos. Það er ekki bara. Er alveg í bótt? Erum við konur í lofti? Ég ætla að hafa meina kleinu. Já, þeir eru konur í lofti. Já, verið velkomin í þennan síðar hálfleik. Ég vona að það hafi haft gaman af Arnaldi í hálfleik. Hann er virkilega skemmtilegu strákur og gerði þetta virkilega skemmtilegt fyrir okkur hérna í hálfleiknum og við ætlum núna að fylgjast með síðari hálfleik Hauka og Njarðvíkur þar sem við erum 3-0 yfir. Það er eitthvað vandamál að byrja þetta hérna. Hérna fyrir þetta stað og Geiri neglir honum langt. Enga breytingar í hálfleik. Allt er svo áður og var. Haukamenn hérna með langa bolta. Aron nær ekki til hans. Birgir Magnús vinnur þetta. Sigurjón skallar hann áfram. Haukamenn fá innkast hérna hægra megin. Birgir kastar langt. Vel gert og Dotti nær reyndar ekki til boltans en Njarðvíkurmenn hérna með hann djúpt og Haukar ágætis pressu en jú, Þorsteinn vinnur hann. Sjón missir hann. Ásgeir gerir vel og vinnur innkast þarna. Við kjöndum alltaf til að mæta þennan nýra ásvelli. Það er búin að mynda skífuleg stemming hérna. Þetta verður bara skemmtilega og skemmtilega með hverju mínútunni sem líður. Algjörlega. Og viljum minna fólk á að hérna það getur giska á Luxor leikmannin eða sagt sinn Luxor leikmann. Já. Bara eða sendir okkur skilaboð. Það var enginn sem vann síðast í miður. Við erum ennþá bara með eitt sigurvegara. Það er ennþá bara eitt sigurvegari kominn. Fólk er ekki búið að vera nógu duglegt og nógu hnittið. Hvet ég bara alla til að senda mér skilaboð á Instagram. Hvernig þið haldið að vera Luxor leikmaðurinn. Svo viljum við þetta minna fólk á að þetta er allt saman í boði Vilkó og Bílalíf og Akureyrar. Svo eitthvað sé nefnt. Þetta komin Njarðvíkurmenn, setja hann út á vinstri kantinn. Beint í hendurnar á Óskari. Gerir þetta vel. Virkilega örgur. Hann er aðeins rólegri núna. Já. Ekki ástæða til að vera að flýta sér. Nei. Þetta er allt saman í okkar höndum. Við erum að passa okkur bara að sopna ekki verðin. Halda áfram bara að setja í. Skemmtileg gafring hann. Vel gert þarna. Þetta er samt svolítið erfið bolti. Dotti nær honum ekki. En ágæti spil. Ágæti spæling. Það hefði verið hægt að gera betur úr þessu stuðu en þetta er allt í góðu. Og komin Njarðvíkurmenn.
eins og Tóti sagði hérna í hálfleika, þeim fannst þeir eiga mikið inni í pressunni. Vonandi sjáum við mikla góða pressu hérna í seinni hálfleik. Já, við munum gera það. Við áttum eitt gott moment hérna í fyrri hálfleik að Dotti kom í góða pressu og vann bara boltan og við skárum upp og í mark. Já, það er klárlega eitthvað sem mun bara batna bæði núna kannski í þessum seinni hálfleik og væntanlega bara í næstu leikjum. Við erum náttúrulega ekki búin að drilla þetta kannski mjög lengi með Luka en þetta er bara að vera betra og betra. Já. Vel gert hjá Dotta þarna. Fínt hjá Aroni. Heldur vel í boltan, kemur hann út. Setur hann á Sean. Sean inn í boxið. Ekki nú góðu bolti en við fáum innkast. Þorsteinn ætlar að grýta þessu. Getur hann kastað? Já, kemur hann bara á Kristoffer. Hann gat kastað. Hann gat kastað. Ég var svona aðalega að pæla hvort hann geti kastað hann langt en Sean kemur hérna askvaðandi. Finnur hotspyrnu. Ég vil sjá Ásgeir inn í bara tegil. Já, en hann er með svo góða löpp. Já, Sean svo sem líka sko. Já. En kannski vil ég hafa Sean hana fyrir utan. Já. Og lobbónum er að gefa mér hérna út, boltin dettur út. Lobbónum? Ég vil bara sjá hann neglunum sko. Ég vil sjá hann svona setja hann bara. Já, hún meinar. Já, reynda að vera skemmtilegt. Það var ekki gaman. Heyrðu. Hvað gerist? Ég misti þessu. Það er bara, hún er með bara hreint, Kristoffer, hún er með bara hreint. Nei, Kristoffer lág allavega. Ég sá þetta sem þetta er bara svona kannski almennu kýtingur hann inn í bóksinu. Þeir fá bara tiltal og leikurinn haldið áfram. Er þetta... Nei. Nei. Engi spjöld, bara slaka á. Já. Já, þá getur þetta allt saman að fara að stað. Við erum ekkert að ana út í reyna vitleysu hérna. Við bara tökum þessu rólega. Búið að taka full langan tíma. Hann er ennþá að ræða eitthvað við á. Málglaður dómari. Kemur boltinn inn í bóksið. Slappi bolti hana. Fallið var boltið hana langt út í tegin og... Það var bara nánast aðra hotspinni þar sem Birgir kastar þessu land, eða hvað? Já, hann gerir það væntanlega. Nei, mér sýnist ekki svona. Nei, þeir ætla bara að taka stutt. Já. Það er svo sem ágætt. Birgir hérna kemur út og... Nei, heyrðu. Það var áhugavert. Þá kemur langur bolti fram. Gulli á þennan bolta sjálfsögðu. En Njarðvíkumenn taka annan boltan því miður. En sýnist vera brot hana, já, þetta var brot á Daniel. Þeir taka þetta snögt. Nei, þeir taka bara ekki neitt snögt. Ég ætla bara að setja þennan inn á tegin. Það er margir sem myndi að halda að vera kalt á ásöldum en það er mikill hiti. Mikill hiti. Sammála. Þá kemur bolti fyrir. En hann dettur bara aftur fyrir, engin hætta í þessu. Þá fær Óskar bara að setja þetta langt upp á topp. Haukar alltaf bestir. Já. Sigurjón, þetta er skrítið. Vá, segir Sigurbjörn. Og það skilfær hérna boltan í sig. Harnaður kemur honum upp í horni. Skemmtilega innanfóta spyrna bara
Ég veit ekki hvað ég segja, þetta er bara út um allt núna. Já, þetta er fyrir eitthvað. Sjón kemur með hann langar hérna upp á Kristoffer. Ekki brjóta. Kristoffer gerir þetta skemmtilega. Óheppinn hana. Fín barátta, satt sem áður. Já, hann fær prek í hattinn. Já. Fyrir eitthvað lítið að gera senna, sístu myndur. Já, þetta bara er nákvæmlega sem við viljum sjá. Þó að sé leiðilegt þá þurfum við bara að drepa hana leik. Segir hann tekur enga sénsa, setur hann bara út fyrir. Eins og setja núna þá er Birgir bara með þá núna niðri í gólfinu ef þetta væri MMA bardagi. Hann er með þá bara í haldi. Já. Og það vita það flestir sem að þekkja Birgi að þú kemst ekkert úr því í haldi, sko. Nei, svo sannarlega ekki, sko. Já, Sjón bara gerir virkilega vel. Þetta er ekki rángstaða. Kristoffer er komin hann einn í gegn. Hann flaggar. Hann flaggar samt sem áður. Eða hvað? Hann flaggaði ekki? Hann flaggaði ekkert. Nei, við erum að gabba. Doddi minn! Doddi var ekki alveg að búast í þessum bolta hana. Og Ásgeir gerir þetta frábærlega hana. Sjáðu, hann getur kóngurinn að meðinni. Og engin aukaspinna. Þetta á skrítið. Engin með langur bolti og Sigurjón búinn að vera flottur í dag. Skallar þetta í burtu. Það er nú gaman að Kristoffer hafi sett rennuna hana. Já, það hefði verið ansi skemmtilegt. Það er aldrei að vita nefnum hún komi. Já, það er aldrei að vita. Það var líka gott að heyra í hálfleik að það var engin gremja í hérna varamönnunum. Þeir standa bara bak við sína menn og sitt lið þrátt fyrir að vera á bekknum. Við vita að þetta er liðsíþrótt. Gulli vill þarna fá rangstöðu. Skrítin pæling. Gulli sterkur hana, kemur þessu í innkast. Vorum fyrir að dauðu seinna hálfleikur. En hann er viljað að hafa það. Já, svona. Til sammála? Já. Eða svona. Ég veit bara að fá rauðmörk. Já, það er svo sem alltaf skemmtilegra. Þetta er skrítið. Skemmtilegt. Steini tekur hann niður. Setur hann upp. Ég finnst þetta svo skemmtilegu leikur, Jakob. Já, ég er bara algjörlega samanlega. Frábær bolti. Hann kemur Aron hérna í góðri stöðu, mikið sæðið, 1 og 1. Farðu bara á hann. Vel gert, Aron. Vel gert þarna í Aroni og... Þetta er hotn. Hljóndum að fá hotn, já. Skemmtilega gert þarna í Aroni, það er mikið sæði, fór á hann. Það var ágætlega gert hjá honum. Já, þetta var virkilega vel gert hjá honum. Hann var á alveg gríðalegri ferð. Gaman ef hann hefði getað stýrt þessu á markið. Innkast sem að Haukamenn fá og Birgir joggar á vettvang. Mér sýnist við ætlum ekkert að vera að taka löng engust núna. Ég held þeir sé að fara að taka þetta langt. Nei það, sýnist nú svona stóri menninni vera skokk úr bóksinu. En nei. Þá hleypur Gulli bara aftur inn í. Hann reynir að henda þessu kollin á Gullu væntalega. Eða Dodda jafnvel. Já. Þetta var aðeins svo seinn hana. Og hann leikur sárkvalinn eftir. Hörðu, býttu nú við. Hvað er Aron að gera? Alls konar vesen í gangi. Það
Það er hiti í Aroni. Já, þetta var ljótt brot. En algjör óhefni bara. Mér sýnist, ég myndi halda að leikmann númer 20 hjá Njarðvík var að koma út af. Þannig að spila Hilmar Maxein á miðjunni. Það síðast þessi, nei, hann kemur bara hérna á kantinn síns mér. Allavega hann er Njarðvík að skiptingu, inn ekki með leikmann númer 14, Hilmar Andrew Maxein. Og út af sýnist með leikmann númer 10 var að koma út af, Bergþór Ingi Smárásson. Og Hilmar kemur bara hérna á vinstri kantinn. Njarðvík gerir breytingu út af fyrir leikmann númer 10, Bergþór Ingi Smárásson. Og inn á kemur leikmann númer 14, Hilmar Andrew Maxein. Já. Við sjáum hvort að þetta breyti ykkur fyrir Njarðvíkumenn. Ég ætla nú rétt að vona ekki. Langt spark eða svona frá Óskari. Gulli þarf að passa sig, hann er á spjaldi. Heyrðu, nei. Sigurjón missir að boltanum hann og Njarðvík verið konur einnig í gegn. En sem betur fyrr. Lélegt skot. Ræddur við Óskar hann í markinu. Já, ég skil það. Ég skil það vel. Leiknir Reykjavík vinnur Keflavík 1-0 í hinum leik innkastdeildarinnar í dag. Hefur svo sem engin áhrif á okkur, en áfram gakk. Já, við bara höldum áfram. Þrátt fyrir þessi úrslit, þau breyta engu. Nei. Þorsteinn kemur langan bolta upp. Aron reynir að elta þetta. Nær honum ekki. Geiri var svolítið hikandi í það kontakt, missir á honum. Danni rennur hana til. Þú finnst mér Njarðvíkumenn vera að sækja svolítið í sig veðrið. Þetta gerir Óskar samt vel. Frábælega. Kemur hann minna út af Aron. Reyndi hérna, sendi ykkur að ádóta, en gekk ekki alveg upp. Við erum að passa okkur að halda haus út allan leikinn. Þetta er ágætt. Þetta með að gera. Já. Óskar handleikur knöttinn. Býr sig undir að spyrna frá marki. Gerir það. Hátt og langt. Og Kristoffer Dan gerir ágætlega. Já. Og Sjón verður síðan boltan. Sjón gerir vel, en þetta er góð vörn hana. Vörn. Hún er að leysa vel úr þessu. En það er bara lítið valmöguleika til að þeir koma aðeins framar. Ásgeir hana heppinn kemur hann á Sjón sem hefur Þorsteinn kemur utan á hann. Vel gert og getur komið boltinn fyrir beint á Njarðvíkumenn, en Daniel vinnur hann og hann heldur honum ótrúlegan hátt, en lélegu bolti þarna því miður. En rétt missir á honum. Við erum nú að gefa honum Hilmarist það sem hann var að koma inn á. Hann hefur verið sprækur þessar fyrstu mínútur hjá honum. Hann er búinn að vera að reyna að setja mörkum hérna. Lilli sending hana. Dotti. Það var óþarfi að brjóta þarna kannski, en ég skil hann vel. Hann kemur frábær vörn. Virkilega vel gert.
Kristófur Dan ætlar ekkert að gefast upp. Ég skil ekki hvað öll þessi orka kemur. Ég Nei. hefði haldið að hann var löngu búinn, en hann var nóg inni greinilega. Já. Já, kemur Aron. Nefnir Birgi hérna með sér. Vel gert hjá Aroni og nú er bara að skjóta á markið. Svolítið lengi fannst mér að fara í skotið, það var búið að loka svolítið á hann. Þannig kemur boltinn inn í teginn. Hann berst á férstökina þar sem Sjón er. Getur komið með hann aftur inn í, setur hann á Geira, setur hann aftur á Sjón, setur hann á Dotta og hann berst á Birgi. Það skildi þó ekki vera. Birgir með! Sendingu er að skot. Ég held þetta því miður hafi verið skot. Þetta var svona bæði. Hann er náttúrulega ekkert gríðarlega vanur að skora. Já. Og Gulli vinnur hérna brot, en skemmtileg sókn, engu síður. Birgi ópinn hana, hittar illa. Það hefði verið gríðarlega gaman að sjá Birgi setja hann hana. Heldur hann hefði fyrir úr og ofan? Held ég það? Já. Nei, hann er nú svo hóvær drengurinn. Það hefði verið gaman svo. Það hefði allt tjúllast. Mér líður mjög illa, amma mín er að hringja, ég hefði bara, amma þú ert að hlusta. Það er bara í beinni, sorry. Já. Hún ætti að skilja það. Já. Gulli fer á stað, þetta er hættulegt. En þá meðan kemur honum út af Aron. Aron fer á hann. Erfitt. Já. Birgir, við gerum virkilega vel. Hrækir. Við erum að stöðva þessa skiljiðsóknir mjög vel, búin að gera það í allt kvöld. Menn mættu 100% tilbúinu hérna í dag. Hanna gera þær vel og þá fer Dotti með erfiða sendingu á Kristófer. Virkilega vel gert en missir hann í kjölfarið. Þá kom Njarðvíkumenn. En sjáu þið Daniel. Gjörsamlega ótrúlegur. Búinn að vera frábær hér í kvöld sko. En Aron með vonda sendingun inn á miðuna. Kemur sendingin í gegn, þá stígur hann vel út. Virkilega vel gert hjá Þorsteini. Njarðvík eiga einkast sem Hauka vilja það með síst. Njarðvíkumenn verða að gera skiptingu. Og Njarðvík gerir skiptingu út og kemur leikmaður nr. 9, Ívan Pirskalo, og inn að kemur leikmaður nr. 15, Ari Már Andrésson. Út af henni var með 9 Ívan Pirskalo og inn að kemur leikmaður nr. 15, Ari Már Andrésson. Vel gert hjá Daniel. Þá bara getum við sett pressu. Skildu ekki ná að setja inn annað mark hérna á pressu. Nei, ekki núna. Ekki í þetta skipti allavega. Óskar kemur þessu vel í burtu. Það er ekki mikið að frétta í sóknarleik Njarðvíkumanna, virkilega jákvætt. Ég held að ef ég ætti að setja á next goal þá væri það á Haukamenn sko. Það nú er fyndið að það fengi markan í baki á þeim strax. Já, það hefur verið mjög gott á mig. En það er ég ekkert í veðmálum. Nei. Aron kemur þessu beint aftur á Njarðvíkumann. Hefum svolítið slitnir á miðunni eins og er. En þá mæta þið bara þessu vegg sem er hann aftast. Já, Aron virðist vera aðeins. Það er eitthvað lítið eftir á tanknum í honum allavega. Já, þetta er fínt sko, það er framhjá. Mér sýndist nú Arnar, eða mér heyrðist, já, Arnar er að koma inn á. Ætli það sé ekki bara Aron. Já, Aron er að fara út af fyrir Arnar Akers. Aron búinn að vera bara mjög flottur í dag. Byrjaði að miklum krafti. Átti frábæra sendingu í fyrsta markinu. Og heyriði, lófatakið. Haukar kemur
breytingu, útlæsningu leikmann nummer 7, Aron Freyr Vá. Þórsson. Þetta Ég heyrist fæ bara hroll. heyrist í Njarðvíkur. Arnar Aðalgeirsson. Lúka gefur hann gott knús. Já, hann áði líka skilið, búinn að vera bara mjög flottur í dag. Tóti hins vegar kaldur og gefur hann bara eina 5. Tóti er alltaf ískaldur. Já, já. En gaman að sjá að Arnar er komin aftur inn á völlin eftir meiðsli. Veitum allir hversu góður leikmaður hann er. Spurningin er bara hversu heill er hann. Gaman að sjá hann líka spila á kantinum, hann er búinn að vera náttúrulega frammi. Já, mér líka betur við hann á kantinu. Já, en hann er svo sem kannski yfirleitt okkar besti kostur hann upp á topp, en Já, svona þegar það er ekki annar að skora mörk hann. Kristófi Dan er að hrifsa þetta til sín. Mér finnst svo gaman að sjá hann á stóru svæði 1-1, Arnar Aðalgeirsson. Já, já. Þegar hann tekur stóru skæri sín. Keyrir á þá. Þetta er vel gert. En ég er ekki að menn fá innkast eða hvað? Hauka fá það Nei, hvað er Kristóf er bara farinn og Sjón kastar bara langt. Gæinn getur allt. Heyrðu, þetta er bara brot. Frábærlega gert og gult spjald á leikmann númer 20, Aliou Diallo. Frábærlega gert, vel hugsað hana. Herðu, sjáu Sjáu hver er á línunni. Tilbúin að hlaupa inn á. þið sjáu það kannski ekki, en Kristján Huldar er tilbúinn. Hann með gríðarlega þungar 2 töskur. Gríðarlega þungar töskur. Hann rölti bara tilbaka í skilið. Æ, mér langar að sjá hann taka sprettin. Það er rosalega flott þegar hann tekur hann. Það er alveg gíflega, hann er svo magnaður. Maður setur eitthvað stundum spurningamerki, hverju er hann ekki bara í liðinu þegar hann tekur hann sprett? Já, og þannig fær svo rætt, þú meina það? Já, Það getur ekki bara verið á kantinum. já, jafnvel. Maður spyr sig, það þurfti hann ekki alltaf að vera að koma inn á út, þá getur bara verið inn á Já, að sjúkra mönnum. já, meinar. Það er pæling. En fáum við að Sjón koma með hann fyrir. Góð bolti, fyrir yfir allan pakkan. Af hverjum fór hann, sástu það? Sýnir það fara hann Járvíkumanni. Já, já, þetta er hotspinna. Haukar eiga á hotspinnu. Hver tekur þessa spinnu? Sýnir kongurinn sjálfur vera að rölda út á hotfana. Það er alveg að drítast inn fyrirspyrnur hverju verður maður leiksins. Já, er það? Búið að koma fullt af Hvernig sendingum. er verið að gíska á? Það er svona verið að gíska á augljósasta kostin Kristófi Dan. Já, ég skil það nú. En menn eru svo sem líka að taka aðra fram eins og Daniel. Já, Hún verið frábær í dag. Og Gulli líka. Menn eru svona, þetta eru svona þeir þrír helstu. já, ég myndi nú bara segja að þetta væri allt leikmenn sem er tilkall til þess að vera luxurleikmenn leiksins á venjulegum degi, en Einnig líka að Þóruður búinn að vera mjög flottur í dag. já, Sjón og Þeir eru bara allir búinn að vera allir mjög búin að vera flottur. virkilega góðir. Það verður erfitt val. En þá koma Njarðvíkumenn. Fít bolti fyrir og Njarðvík er að klúðra. Ég held nú að þessi Ég var að væri segja inni. að Njarðvík er búið að skora. Já, ég heyrði það á Ekki? þér, jú. Ég bara var næst í búinn að segja það. Já, En sem betur fer. Við verðum að vera vakandi fyrir þessu. Við viljum ekki leipa þessu upp í einhvern leik hérna. ég gef sannlega elska þegar Lúka kallar Arnar Adda. Ég elska líka þegar hann kallar alla strákarna sína vinnur. Já, Elska það. þetta er allt vinnur hans, Já. það er nefnilega máli með hann. Þessi bolti fer út af. Nú Haukar getur eiga við engast. læst á hana. Nei, Njarðvík á engast. Ég er bara líka ruglið þér. Já, ég Þetta var var bara kloppi. ég er bara tilbúinn. Þeir eru bara stressaðir. Sjón með gífurlega góða vinslu hérna. Vá, þetta er Næstu spark. yfir í tegin. Ó, nei. Nálægt í samt sem áður. Þá kemur Þórður Setur hann á Arnar. Arnar með mikið svæði, 1 á 1. Þetta er það sem við viljum sjá.
Kemur boltanum inn á teginu og þetta hann er besta! Hver hefði séð þetta fyrir? Hvað er í gangi? Ég trú ekki mín eigin augum. Þú verður að gera það, vinnur. Ég bara geta ekki. Þú verður að gera það. Kristófer Dan Þórðarsson. Staðan er 4-0. Ég er búinn að skora þrennu hér í kvöld. Hvað er í gangi? Hvað er hann búinn að vera í allt sumar eiginlega? Ég bara veit það ekki. Kristófer Dan. Þetta er ótrúlegt. Kristófer Dan, frábær sending. Var það ekki Arnar Aðalgeir sem átti sendinguna? Er ekki rétt hjá mig, Sigurbjörn? Arnar Aðalgeirs, hárrétt hjá þér með frábæra sendingu beint á ennið á Kristófer Dan sem að stýra honum bara svona fallega í netið. Ég kenni það alveg að ég misti mig aðeins. Já, en það gerist. Þetta var frábært mark. Kristófer Dan. Og enn og aftur erum við svolítið að skalla hann inn á móti Njarðvík. Já, heldur betur. Við erum eiginlega bara að nota skallan. Já, þetta eru sögur. Það eru sögur að skrifast hérna á Ásvöllum. Muniði þetta nafn? Kristófer Dan Þórðarsson. Ekki gleyma því. Og staðan er 4-0 hérna á Ásvöllum. En þá koma Njarðvíkingar. Hælspyrna út. Hvað er að gerast hérna? Vel gert hjá Sigurjóni. Hvað er að gerast? Rekkur eitthvað á einhver. Það er eitthvað í pípunum hérna. Það er bara sami maður og alltaf mættur. Já, Daniel. Kristófer gerir þetta vel. Kristófer er náttúrulega á blúsandi sjálfstraust bústi hérna. Mikil reynsla hann í Arnar í að ná í sig eitthvað spinnu. Heyriði í stúkunni. Sástu þegar Kristófer rendi sér á hnjánum hana í fagninu? Já, ég sá það. Ég fekk hroll. Ég fór alveg ekki hana. Það var magnað. Hallur, segir Tóti. Ef þið viljið muna einhver nöfn, þá var þetta nafn sem ég þurfið að muna. Hallur Húni Þorsteinsson. Já, það er ekkert auðvitað að muna það nafn. En ég vil bara sjá Haukan að skora fleiri mörk. En það var mikið, það beðum það. Nei, sem ekki. Ætla hann að halda hreinu. Já, ég held að það sé svona betri bón. Takk fyrir það. Ég vil sjá Hall bara koma inn á og fá bandi, sko. Það verður kannski svolítið stórt. Hann kemur sennilega innan fyrir Ásgeir og ég vil bara fá hann láta bandi bara á hann. Hendur hann bara í djúpulegin. Já, sjá bara hvar menn standa og svona. Já. Já, jú. Ég er gríðilega spenntur fyrir þessu leikmanni. Já, það er spennandi. Dotti er bara einn á við sjóð þarna og Arnar tekur seinni skallan og Danni, sko, ég vil fá að sjá ykkur að tölur. Hvað er Danni að vinna mikið af boltum? Hvað er hann búinn að hlaupa mikið? Já, fyrir utan það. Það er náttúrulega eitt að hlaupa bara eins og hauslaus maður en svo er annað að hlaupa út allt og vinna alla helvitis boltana. Það er ekkert grín, sko. Það er ekkert grín. Ég gera þetta skemmtilega hérna en það skilar þeim engu. Daniel er bara mættur. Hann er bara mættur. Búinn að vera mættur í allt kvöld. Ég held ég hlaupi bara inn og knúsi strákan eftir hann leik. Já, ég er bara ekki frá því, sko. Skemmtilegu síðan snúningur hann á Maxi 1. Já, þetta skilar litlu og Daniel græjar þetta bara. Klobbi. Aftur á hann. Hann flengir hún bara yfir, var hann ekki rángstæður? Já, nei. Þetta er frábælega það er ekki dæmt rángstæða núna. Og kemur boltinn fyrir. Hörðu, það skildi þó ekki vera. Ef hann fær að setja 4 mörk, ég veit ekki hvert tímur. Hörðu, hvað gerir hann? Kemur að minna út af Arnar. Fær hann aftur. Birgir. Skilur hann á Birgir. Og það er ekki margir þarna. Nei, það var bara eins og Birgir að skila sér samt. Og þá kemur boltinn bara að farðu bara á og sólaði eitthvað, gerði eitthvað töff.
Já, þú getur það. Sean. Þetta bara með henni í boxi. Ég veit að Kristóf Dan er tilbúin í að skalla hann. Skemmtileg gafbreyðing. Já, þeir eru ekki stressaðir. Nei. Sjáðu Geira. Þetta er... Taktu touchið, láttu vaða. Hann... Heyrðu. Skemmtilegt skot. Og þá kemur boltinn í leik. Sigurjón gerir það vel. Daniel fekk hann einhvern veginn hann í hausinn. Allt í lagi. Gulli reddaði þessu. Þá fá Njarðvíkur með hornspyrnu. Mér sýnist Kristófer Dan vera alveg farinn í náranum. Já, ég held að... Og Hilmar með ágætis plássina en frábær vörn hjá Sigurjóni. Hann að vera flottur í kvöld, sem hann segja margóft. Já. Eru þeir að hætta við? Nei, mér sýnist Kristófer að vera að koma líka. Já, við eigum bara eina Við eigum bara eina skiptingu eftir. Kristófer verður að fara inn á, út af. Já, mér sýnist á Hallir vera ekki því miður að koma inn á í þetta skipti. Leiðilegt fyrir hann. En annar ungur leikmaður svo sem Arnór Pálmi Kristjánsson líka. Hann er ungur og efnugur. Og Njarðvíkumenn eiga skoti henni í hliðina því. Áttu við 2 eftir? Já, Arnar er bara komin inn á. Nei, Arnar er bara komin inn á. Já, en hann er samt ekki að taka Kristófer út af. Sem var búinn á því í náranum sagðan. Hlustaði núna. Út af kemur leikmaður númer 6 Þórður Jón Jóhannesson og leikmaður með 14 Sjón Silva. Og inn á kemur leikmaður með 20 Arnór Pálmi Kristjánsson. Já, ég veit hvað er í gangi. Hallur Húni Þorsteinsson. Vá. Hallur fær gífurlega góða móttökur inn á ásöldum. Ég er að fá gæsahúð hérna. Já, hann Kristó, það var ekki Kristó sem var illt í nárunum, hann var bara að láta vita fyrir Sjón að honum var illt. Já, hún meinar. Já, hann var bara að vera liðsmaður. Hann er allt í öllu. Já. Gaman að sjá mikið á ungum strákum uppöldum að vera að koma hérna inn á og spila hennar leik. Kannski ber hæst Kristófer Dan sem að búið að skora 3 og leggja beitt marki í þessum leik. Búinn að vera algjörlega geggjaður. En þá kemur Birgir. Missir boltan. Nei, hann vinnur hann bara tilbaka. Hann var að reyna að missa. Ertu að grínast og svo fer hann bara aftur. Round 2. Næja. Njarðvík er að gera skiptingu inn á... Nei, sérðu Heyrðu, hver er að koma inn á? Er það Andri nokkuð Gíslason? Það er bara engin annar en Andri Gíslason kemur inn á fyrir leikmann númer 8 hjá Njarðvík, Kenneth Hogg. Andri þekki nú vel inn að til ásaldar. Hann þekki hverja þúfu á þessum velli. Eða svona, cirka bát. Og inn á kemur leikmaður númer 19, Andri Gíslason. Já, vil til að fá meira klapp fyrir Andra en. Já. Hún verður að vera í Haugum til að fá klappið. Já, þeir eru fljótir að gleyma. Og... Eru þið byttu nú við? Hann honum aftur! Hæft. Það gerir Arnur hérna, 1 og 1, 2 utan á hann. Fær hotspinnu.
Vinnur hotspyrnuna. Virkilega skemmtilegt að sjá, svo ungu stráka. Algjörlega. Það er bara virkilega skemmtilegt að sjá Hauka strákan hérna. Lúka er að ná eitthvað út úr þeim sem er svo sem vantaði allt sumar fyrst manni. Já, það var allavega að vanta svolítið consistency í það. Já, það er búið að vera brass. Þá kemur boltinn. Og Njarðvík er með bolta frekar neðalega. Og Danni enn og aftur bara mættur. Og það er svona sem lítil sem enginn hætta í þessu. Birgir kemur sér bara upp öll inn. Daniel. Þetta er svo... Allur alltaf að fara í þríiningin hana. Koma hann ekki á Kristó. Hallur er fættur hvað 2003 ef ég fer ekki með rátt mál. 2003 held ég. Og þá koma Njarðvíkumenn. Hilmar með mikið pláss hana. En Arnar vinnur bara boltan. Kemur boltanum upp. Við erum orðin svolítið fáliðar í sókninni, þannig að þetta er svolítið erfitt að fara kílónum hann upp. Kristó er ennþá að berjast. Já, hann er ennþá líka að vinna þess kallabolta, þetta er ótrúlegt. Og átti algjörlega að éta sokkinn þar. Já, ég gerir það bara með glöðu geði. Ég er það bara mjög glaður. Kemur langur bolti inn á teginn. Og Andri berst á Andra Gíslan. Skildi þú ekki fara að skora hérna? Nei. Nei. Óskan er ekki að halda sér leik í miður. Þetta er hotspinna. Þessi hotspinna er í boði Rio Tinto Alcan. Hárið, og þetta geta stutt hérna. Andri er með bolta fyrir utan en Daniel er bara fyrir. Þetta skot var í boði Samsung. Kristó heldur bara boltanum. Frábært gert! Og Hallur kemur hérna á flegiferð. Alltaf að renna honum hann á Arnór en það mistókst. Skemmtilega gert einhver síður á Kristó hana. Og Hallur gerir vel í að vinna boltan hana. Kristófer heldur áfram að reyna alltaf allavega. Það er örugglega lítið eftir að taka með hann núna. Getur ekki annað verið. Hann er búinn að vera virkilega duglegur og bara virkilega öflugur í þessum leik. Og ég held að sé svo sem ekki að fara að breyta því en að Kristófer Dan Þórðarsson er lúks og leikmaður leiksins. Já, við höfum ákveðið það. Já, og það kom sigurvegari í leikinn hjá okkur. Já. Það er hann Þórir Jóhann Helgason. Já, það er svoleiðis. Já, 21 leikmaður sem fór frá Haukum. Svikarhapur. Já, en sigrar einhver síður keppnina. Einhver síður. En vegna þess að hann er ekki í Haukum og hann fór yfir í FA og þá fær hann engin velun. Nei, það er bara því miður. Því miður. En ég skal kaupa fyrir þig samloku eða eitthvað. Já, svo viljum við líka minna fólk á það að við erum ekkert að fara frá viðtækjanum hérna leið og leik líkur. Það verða viðtöl og eitthvað húllum hæ hérna eftir leik. Eitthvað fram eftir? Já, við verðum hérna með blásum í blöðrur og grillum pulsur og gerum eitthvað skemmtilegt fyrir ykkur. Hann er vel að þessu kominn, Kristófer.
Bolti kemur inn á teginin. Óskar gerir þetta frábælega. Hann handsamar þetta. Þetta sé nú ekki á hann sko, hann bara að vinna í tíma. Nei, hann líklegast meiddur. Hann sár þjáður, þetta, veit þér. Rósa... Fáu að sjá hann, okkar mann. Nei, ég held nú ekki. Jú, please. Ég vil nú fá að rósa honum Friðleif sem á kamerunni. Hann að summa og nýta alla fítus af kameruna sem hefur ekki verið gert hingað til. Hann búinn að vera frábær. Hann fastræðinn. Hann fastræðinn þegar hérna í stúdíónu. Nú þetta bara svolítið verið að bíða til leikurinn sé búinn. Ég held að bæði lið séu að bíða til því. En frábær úrslit fyrir Hauka og upp á framhaldið. Heldur betur ef við bara rennum aðeins yfir stöðuna. Bara næstu 4 kannski. Þá get ég nú sagt þér það, vinur minn, að Haukar eru komin upp fyrir afturhaldingu, náttúrulega afturhaldingu á leik inni, býtum við. En Haukar eru komin með 19 stig. Við verðum þá komin 3 stigum frá fallpakkanum og við verðum náttúrulega bara að vona að Magni eða afturhalding fari ekki að vinna sína leiki. Nei. En gífurlega mikilvægt sig, einhver síður. Og hvað varðar markatölu þá eru Haukar með svona hálfgert auka stig. Já. Það sem að þeir eru með miklu betri markatölu en að sjálfsögðu Magni og líka tölvöld betur en Njarðvík og það hefur bara unnist í þessum leikjum á milli Hauka og Njarðvíkur. Já. Þetta er 5-1 og 4-0 ef að leikurinn enda svona. Óskar ver frábælega, það einhver barningur hana inn í teig en... Vel gert hjá Haukum að halda þessu. Þetta vel gert, við verðum að sitja á þessu 0. Og við erum bara komin í uppbóta tíma hérna, sýnist mér. Gaman að heyra í stúkunni. Já, mjög gaman. Og Njarðvíkumenn koma hérna af frá flott sending. Bolti fyrir á fjær og Þorsteinn kemur þessi í hotspyrnu. Nei, það er bara útspark. Það er bara útspark. Hann sé það. Það er Sýndist að snerta. Já, þú sér ýmislegt. Já. Þórarinn Jónas staðinn á fætur. Hann með rauðbirkið hár. Það var fallegt. Og það er nú ekki mikið eftir hér að þessum leik í kvöld. Frábær úrslit. Og kannski tími fyrir eitt í viðbót. Sjáu þið Arnar. Skildi þú ekki vera. Farðu bara af stað. Nei, hann er stöðvaður hana. hann er stöðvaður. Og Njarðvík fá kannski eitt tækifæri í viðbót. Eitt Sjáu þið mark en... sprettina 90. mynda og Þorsteinn Heyrðu. að taka hérna risasprett. Láta boltan tala, segir hann. Já, ég... Það er erfitt, það láta boltan tala. Já, þeir heila hafa gert það í dag. Já, mætti segja það. Það er náttúrulega ekki allir eins og Lúka getur talað við boltan. Já. Og hann er hundlíðinn honum. Óskar Þrjusæri bara að segja þessi beint upp í stúkuna. Hvað ætlar Erlendur að bæta miklu við eða hérna í kvöld? Vel gert hjá Gulla. Gulli vinnur bara markspinnu. Markspinnuna. Og það er flautað af. Erlendur til leiksloka. Haukar eru búin að sigra
4-0 er niðurstaðan. Og Takk, takk. Takk, takk. Klukkan 19:15 þegar Fjölnir kemur í heimsókn. En njótið kvöldsins, góða stundin og að sjálfsögðu áfram Haukar! Komið mér út eða hvernig er það? Já, náðu í Kristof. Komið. Let's get it. Ætlaðu að taka þetta bara upp á síman eða eitthvað? Þetta Kristof geggjaður maður! Nei, þú ætti að vera áfram í kamerunni. Ekki fara frá viðtækjunum, við erum að fara í viðtöl. Ég get ekki annað en tekið annað viðtal við Þórarinn, frábær sigur. Hvað hefur að segja? Bara geggjað. Bara við erum búin að bíða eftir þessu síðan í júli eftir síðasta sigri og bara loksins kom hann. Það er frábært að heyra. Til hamingju með sigurinn, Þórarinn. Ég ætla að fara að finna Kristof og Dan. Hvar er maðurinn? Sorry Stína, þessir Haukar verða alltaf bestir. Þú viðtal? Hvað heitir þú vinnur? Bjarmi. Sælir? Sæl. Eru þið Haukamenn? Já! Ef að taka lagið það? Haukar! Haukar eru alltaf bestir! Haukar! Haukar! Haukar verða alltaf bestir! Þín annar leik og einn er alltaf bestir! Yes! Takk strákar! Hæ stelpur! Er hann að ná í hel? Klára. Ok, maður. Ekki með sigurinn. Já, takk sem leiðis. Það flengja Birgi Magnús hérna. Flengdur í beinni. Takk fyrir sigurinn, maður. Geggjaður leikur. Vill maður vera að trufla the man, the myth, the legend. Hvað segirðu Karl? Ég segi bara fínt sko. Til hamingju með þrennuna. Já, takk. Gerðu þér grein fyrir því að þú varst valinn lúks og leikmaður leiksins. Bara ekki að búast öðru. Þú veit þetta er flottur. Færðu sigurjafl í kvöld eða? Úf, maður veit ekki. Þú veist það ekki? Ég held það. Já, getur vel verið. Til hamingju með sigurinn, Kristof. Þá held ég bara að við segjum þetta gott hérna af planinu. Þökkum fyrir okkur. Tvöföld hamingja.
Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magna þetta tvennu tilboð. Dominos. Tvöföld hamingja. Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magna þetta tvennu tilboð. Dominos.